Eldstó fjölskyldufyrirtæki, orðið í dag. Við byrjuðum bara 2, hjónin. Byrjuðum í bílskúr á Selfossi árið 2000. En hugmyndin fæddist þegar við vorum í hjólaferð og brúðkaupsferð í Skotlandi 1994. Og hvernig kom þessi hugmynd upp? Það var, á þessum tíma á Íslandi þá voru bara bensínstöðvarsjöppur, meira að segja Geysir var bara pínulítill bensínstöðvarskúr á þessum tíma. Þannig að það var ekkert til sem að hét svona ferðamannakúltúr eins og þið þekkja hann í dag og fólk að kynnast í dag meira og meir, bæði erlendis og svo erum við svona elta hérna heima. Að það væri einhverjir sætir staðir fyrir utan Reykjavík sem geti sest niður. En í Skotlandi við hjóluðum frá Glasgow og Edinborg og Aberdeen og fórum austurströndina. Og þetta voru einhverjir 900 kílómetrar sem við fórum og við stoppuðum í öllum þessum þorpum á milli og þetta var svona hugljómun bara. Og eftir því sem að staðirnir voru minni, því flottari var túrisminn. Tjaldstæðin flottari og svona lokal litlir business staðir, þú veist eins og litlir restaurantir eða kaffihús og þú sast inni, pínlítið staður, alls konar flottir, sætir hlutir í kringu og þetta var svona eitthvað sem þú tókst með þér og það eru 28 ár bráðum, það ekki, síðan. Já. Að því Eldstó í mínum huga, að því þú veist að spyrja hvað Eldstó, á að vera svona eitt listaverk, eða þannig. Hugmyndin sem ég fekk hérna úti, 94, var ferðaþjónusta, upplifun. Að ég væri að selja upplifun. Sú hugmynd var ekki orðin til á Íslandi þá. En í dag það sem að menn tala hvað mest og hæst að ferðaþjónusta snýst auðvitað upplifun. Og mér finnst það skipta svo miklu máli þegar þú ert að fá, hvort sem eru íslenskir eða erlendir ferðamenn, að fólk fái upplifun. Og það Eldstó. Þess vegna þessar myndir, ég málaði þessar myndir inn til þess að skapa, þetta eru allt myndir hérna og svo inni hinum megin líka eru myndir af fólki sem er á veitingastaði eða kaffihúsi. Eða fyrir utan kaffihús. Og þetta fylgir okkur svo. Alls þar sem við erum að ferðast, þá leitum við að þessum stöðum. En það ekki. Við viljum komast á eitthvað svona kósí stað, setjast niður, fá okkur gott kaffi eða hvað það sem við drekkum, bjór eða whatever. Og upplifa það að ég á þennan tíma. Og þetta svona það. En hvað í boði hérna? Það matseðillinn, hann ekki stór en hann góður. Við gerum mikið út af það að við erum að búa til okkar rétti hérna. Við erum með plokkfisk sem pínulítið búið að útfæra því að kokkarnir eru spænskir. Og einn íslenskur reyndar, sonur minn, annar, hann að kokka. Og hann rosalega góður, gratineraður í ofni. Með alveg úrvalsrúgbrauði sem ég fæ sérgert fyrir mig hjá bakaranum. Og við erum með heimabakaðar kökur, við erum með gott kaffi, þú veist þessa kaffidrykki alla. Við erum með, þeir gera líka lasagna og chips og hamborgarar og kjúklingasalat og alls konar bara og einhverju líka veganréttir. Við reynum að hafa eitthvað svona, af því þetta svona staður út á landi getur ekki sagt ég ætla bara að vera sushi staður eða ég ætla bara að vera svona staður. Við erum að reyna að vera þetta bara einhvern veginn allt en við erum ekki með sushi. Alltaf með sushi? Hvaða hugmynd kom upp? Þá, vitandi það að ég vissi að maðurinn minn var leirkerasmiður, hann var ekki starfandi við það þá. Og ég var alltaf svona að ræða þetta við hann, langar ekki bara að fara í leirinn aftur og svona. Já, við kynntumst 1990 og hann var ekki þá starfandi í leirnum. En ég átti einhverja hluti sem ég fannst æðislegir. Nei, bara in your dreams, hættur. Og það fékk þessa hugmynd. Svona lítinn stað, einhvers staðar út á landi og lítið kaffihús og
með leirinn þinn og bara, já nei. En þetta var 10 ára meðganga sko. Þá vorum við komin hingað. Vá. En þið byrjuðu á Selfossi? Já, byrjuðum á Selfossi, okkur vantaði einhvern vinnupláss og það var mjög dýrt allt, eins og allir vita, alþjóð veit að það er alltaf dýrast allt í Reykjavík ef maður þarf að gera eitthvað og ef þú átt engan pening og við vorum bara með fullt af hugmyndum en ekkert mikið af pening. Þannig að við fórum á Selfoss og fundum þar hús og bílskúr sem við keyptum okkur. En okkur vantaði, sko okkur langaði að hafa þar sem við gætum búið og hérna verið bara með allt á sama stað. Og þannig byrjuðum við hér í þessu húsi. Við bjuggum uppi, leirkeraverkstæði var niðri og við áttum bara helminginn af þetta rými. Við áttum þetta rými sem við erum hérna í núna. Hinn helmingurinn var ennþá pósthús. Ok. Og hvað er þetta í dag? Sko í dag núna er þetta veitingastaður, kaffihús og gallerí. Og uppi var gistiheimili eða er gistiheimili en ég nota það núna fyrir starfsmenn. Þannig það er ekki í rekstri sem gistiheimili. Og við erum með út í hesthúsahverfi keyptum við okkur hesthús nýlegt hesthús sem aldrei hefur farið hestur inn í og það var ekkert alveg búið að klára það innan þannig að það var bara alveg svona geymir. Og við bjuggum til mjög fína vinnuaðstöðu þar og mjög stórt og gott vinnupláss, alveg geðveikt. Og hvað er það að framleiða? Hvað er það að búa til? Þar er bara verið að gera alls konar leirmuni og svo er ég líka að mála þar sko. Þannig að ég mála leirinn af því sem er handmálað eða þá þessar málverkin sem eru hérna inni. En segjum við hver er maðurinn á bak við tjöldin? Hann heitir Þór Sveinsson og hann er búinn að vera að leira síðan 1971 með hléum. Hann er gríðarlega flinkur. Ég kalla hann Master Potter af því að hann hefur svo mikla, bara hann getur einhvern veginn rennt hvað sem er. Og eru þið að selja þetta allt hér? Já. Sem hann gerir? Og bara hér. Og við segjum bara að við erum ekki verksmiðja. Við erum bara 2 manneskjur og hann gerir alla munina, leirmunina sem er til sölu og suma gerir hann alveg bara, er allt bara hann. Og sumt að því handmála ég og þannig þá er það svona teamwork. Eru þið mikið í því? Já, líka. Það verður að vera allt til.